Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Guðbjörg Hermannsdóttir, formaður kynjakatta og kattaræktandi í Grindavík, með 7 ketti á heimilinu. Við hjá sjónvarpi Víkurfrétta kíktum í heimsókn og fengum vægast sagt hlýjar móttökur. Ég hef alltaf verið ógeðslega hrifin af norska, en ég náttúrulega fjall fyrir þessari gömlu þarna. Þetta byrjunin, þessi hérna. Þessi að vera 10 ára. Það sem ég fjall fyrir, og þá náttúrulega vissi ég ekkert norska, ég vissi ekkert tegundina annað en ég bara sá hana, mér fannst það falleg. Það var það eina. Svo út frá því fór þetta svona, já, ég væri til í að fara út í ræktun og þá, ég fæ lánaðan högna, rauðan og hvítan, silfurhögna og hún kom með 2 kótesseska og svo eiginlega bara vindur þetta upp á sig, þú komið 1, þá ertu komið 2, 3, 4, 5 og þú veist að þú komið 10 og þú veist, þú tekur ekkert eftir. Þetta fellur eiginlega allt saman í 1. Þannig að þetta eiginlega bara svona slísaðist til, þetta svona 1 leiðir öðru og það bara, já, ég bara komin í ræktun. Og þetta mikil vinna? Nú ertu með 7 kýs á heimilinu? Það mikil vinna í kring gotin. Þegar þau eru komin svona ferð, svona 6 vikna, þá myndi ég segja að þá þetta fyrst virkileg vinna, því þá þetta náttúrulega hérna út allt og maður að kassavenda og þessi mýta að hérna læðan kenni kettlingunum á sandinn og þetta. Nei, þetta basically, þú komst mér í þetta, þú skalt sjá þetta. En það svona mesta vinnan, það að koma dýrum, það að venja þau og hérna, þú veist, gera þau húsrein, venja þau öll læti, en annars þá þetta ekkert máli svo núna, þau voru náttúrulega 5. Það var náttúrulega, jú, ég segi það ekki, heimili var stundum með henni í hersöndum þegar stuðið byrjaði. En að öðru leyti þá, þegar maður hefur svo miklu ástríðu fyrir þessu, þá pælir maður ekkert í, það kannski aðrir á heimili sem pæli. Og hvað kostar 1 kettlingur? Þetta allt frá 100 til 120, það misjafnt. Það bara, þú veist, við erum með misjafnt verði á þeim. Meinkúnin minnir að gælutir í 120. Ég á 1 eftir á mér sem fyrir á 120, þá erum við búin að gera allt. Þú þarft ekkert að fara með hann í skoðun nema eitthvað koma upp á, sko. Og hérna, já, fylgir ættbók og svo getur sótt aðhald í félaginn og fyrsta árið frítt með nýjum eiganda. Og við mælum alltaf með því. Það er ógeðslega gaman að fá nýtt fólk á sýningar, segi það ekki. Og þegar þú verður gömul, heldur þú verður svona brjálu kattakona, kannski með 30 ketti? Alveg örugglega. Ég mun örugglega finna stuð heima hjá mér með 30 ketti, þess vegna finnst ég ekki. Ég mun örugglega eina af þessum. Nei, ég hef alltaf, frá því ég var krakki, alltaf verið hrifin af köttum. Alltaf. Þetta bara, ég veit ekki hvað það en það bara eitthvað við kettina sem bara, þau eru sjálfstæð, sumir segja treysti þeim ekki, þau eru svo lævisk og lúmsk. Það getur líka verið það. En það mjög strengt að vita ekki nákvæmlega hvað ég hef. Norsku skógaköttin hérna, náttúrulega bara náttúrulegt afbrigði af ketti. Þeir eru prílarar og þeir unna sér rosalega vel uppi og ef þeir geta prílast, eins og ég segi, ég með þetta risaferlíki, af því þeir elska þetta. Þeir eru mjög félagslyndi líka, algjörlega kelirófur. Ég reyndar hef alltaf verið hrifnar af strákunum og minn fullkomni strákur rauður strákur. Mér finnst þeir alveg ekstra, sko. Á dögunum héldu kynjakettir haustsýningu sína í Reiðhöllinni í Grindavík og segi Guðbjörg hafa gengið vonum framar og margir gestir komið í höllina. Fjölmargir ræktendur voru á staðnum og fræddu gesti eiginleika hverrar tegundar. Sko, norskur, það sem verið að dæma hann, þá verið að dæma höfuð. Þeir vilja náttúrulega fá mjög kúpt höfuð. Hún pínuflötiselska, en það allt í lagi. Og það þríhyrningurinn hérna. Norskur alveg með þríhyrning. En aftur á móti meinkúnin, sem að fólk ofta rugla saman norskur og meinkún, að þeir eru með meira box. Þeir eiga að vera meira svona ljónslegir og eyrun standa hærri. Það miðað við á norska þá svona eins og þú komir sér satt eyru á milli. Þetta alveg, þeir eiga að fara alveg líka sama við. Augun, það verið að dæma hvernig augun eru, staðsetningin, lögun og þeir eiga að vera svona möndlulega svona. Og svo náttúrulega eiga að vera með alveg beinan prófíl. Þá vera að horfa á hérna og það alveg hérna, þráðbeint.
Svo ég vil hafa þá, sem að þessi dama fékk hérna, hún með svona góða hugu. Svo það lengdin, það skottið, það kannski ekki hárlaus skottir en það. Og við viljum fá skottið allavega hingað. Ef það lengra, þá allt í lagi. Og svo náttúrulega það geðslega líka. Það munar rosalega miklu og flesti kettnir okkar nú bara mjög gott geðslega. Hæ! Kss, kss, kss. Unnið að gangsetningu Kísilvers United í Helguvík þessa dagana. Byrjað var að kynda upp í bræðsluofni Kísilvers United Silicon í Helguvík í vikunni. Eldurinn þarf að loga í ofninum í 60 klukkustundir áður en bræðsla á kísli hefst í kísilverinu. Í þessari viku hefur verið unnið að prófuna á búnaði en framleiðsla hefst á næstu dögum. Magnús Garðarsson, framkvæmdastjóri United Silicon, hafði ástæðu til að fagna tímamótunum í vikunni. Já, þetta góður dagur. Loksins kveiktu við í ofninum og fyrsta áfangunum bara að baka fóðringuna og svo kemur framleiðslan í beinu framhaldi að við getum haldið áfram að testa og svo kemur kísilinn vantarlega eftir nokkrar vikur. Hvernig þá rauninni staðan á verkefninu í dag? Staðan bara þú að verksmiðjan er fullkláruð og við erum bara að núna testa framleiðslubúnaðinn og í þessu test þá er líka það sem heitir hot run test og það byrjum við að kveikja upp og náttúrulega testar allar þessar græjur eru í lagi og allir skynjarar og allt stýrikerfið talar saman og hefur stjórn á allir verksmiðjunni. Svo þetta bara nokkur stór áfangi þótt að við erum ennþá ekki byrjað að nota raforku. Þannig að framleiðslulína sem slík er tilbúin? Framleiðslulínan er alveg tilbúin, já. Og við væntanlega byrjum að nota raforku á mánudaginn eða þriðjudaginn næstu viku. Er þá áætlað að þið farið að bragða kísil? Já, þá kemur kísilinn út, þá fyllum við hráefni í ofninn og heldum áfram að prófa búnaðinn. Og þá kemur kísill og það þarf alltaf að virka og testast og svo við erum bara undirbúa restina og klára okkar hluti og þá fer þetta í gang. Það hafa verið nokkur ljón á veginum hjá ykkur og þetta hefur tafist kannski lengur heldur en þau gerðu ráð fyrir? Já, það hafa verið steinar á leiðinni og við erum núna 60 dögum og seinir með að setja í gang. En þetta er mjög stórt verkefni og ófyrirséðir hlutir hafa skeð. Meðal annars þá sprakk hjá okkur einn spennir í júlí og það tók tíma að finna annan spennir sem passaði og við fengum að leigja hann og mjög flott hjá HS Veitum að hjálpa okkur með að útvega þennan spennir og á meðan verið að búa til nýjan spennir í Ítalíu og það tekur allt saman tíma. Ertu búin að manna fyrirtækið? Ertu komið starfsfólk til þess að bara hefja að standa? Já, við erum komin með flesta starfsmenn. Okkur vantar kannski svona 10-12 manns í viðbót. En akkurat núna erum við með 13 manns frá Noregi sem eru að hjálpa okkur með að starta verksmiðjuna og þeir fara svo heim, fyrstu fara heim jólin og svo eru 5 eftir og þeir fara heim í febrúar. Svo við reiknum með að þurfa að ráða cirka 12 Íslendinga í staðinn fyrir þá. Og hvernig svo framhaldið? Eru þið eitthvað farnir að hugsa næstu áfanga? Já, við hugsum alltaf næsta áfanga og en akkurat núna fókusurum við á að koma þessum fyrsta ofni okkar í góðan og stabílan rekstur og þá byrjum við að skoða og planleggja ofn nummer 2. Við erum náttúrulega með rekstrarleyfi og með pláss á lóðinni fyrir 4 ofna allt í allt. En við tökum eitt skref í einu og einbeitum okkur að vel að því. Þegar maður sér yfir svæðið þá sér maður að það eru hrúgur af kvars og ykkur spænir og kol. Þú ert komið með allt sem það þarf í þetta og hvernig verður þetta? Hversu tíðar verða ferðir til og frá verksmiðjunni með hráefni og afurðir? Já, það kemur að meðaltali 1 skip á viku hjá okkur með hráefnum, bæði frá Portugal, Hollandi, Kanada og Pólandi
og það, við erum með fulla byrður núna til þess að geta sett framleiðsluna í gang. Við erum með byrður núna fyrir 6 vikna framleiðslu og við byrjum að nota þær í byrjun næstu viku og þá sjáum við þegar við þurfum að fá næstu skipin verða vantarlega í lok nóvember og byrjun desember. Svona fyrir hinn almenna borgar sem kannski veit ekkert mikið þessa framleiðslu, hvað nákvæmlega að gerast í þessum mannverkjum í Helguvík? Hvað þið að bræða og hvað verður úr þessu? Já, þetta efnabreyting sem fer fram í ofninum. Kvarts náttúrulega kísiloxíð og við blöndum réttum hlutföllum kvarts og kolum og tréflís í ofnin og þegar það er hitað upp þá fer efnabreyting fram og kolefnið stelur súrefninu frá kíslunum í kvartsinum og það gufar upp í gegnum lofthreinsivirkið okkar og svo fáum við hreina kísilinn út í botninum og ofninum þar sem hann lekur út og við erum með svona bræðsluofn að við erum með það sem heitir continuous tapping, þar sem kísilinn er alltaf að leka út. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bíllinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Nú í haust auglýsti leikfélag Keflavíkur eftir unglingum til þess að taka þátt í uppsetningu á unglingasöngleik. Hugmyndin var að setja á svið einhvert þekkt leikrit og voru þær Stöllur Guðný Kristjánsdóttir og Halla Karen Guðjónsdóttir ráðnar til að leikstýra verkefninu. Á kynningarfundin mættu tæplega 70 ungmenni úr flestum grunnskólum á Suðurnesjum sem öll vildu taka þátt. Þær Guðný og Halla Karen hafa báðar mikla reynslu af leikhúsvinnu og hafa áður sett upp sýningar með unglingum. Stefnt á frumsýningu í byrjun nóvember og spennana magnast innan hópsins. Við auglýstum fund og buðum unglingum í 8., 9. og 10. bekk að kíkja á okkur með það fyrir augum að setja upp svona unglingasöngleik. Og öll Suðurnesin eru með í þessu. Já. Og það mættu hingað 8-10 krakkar til að taka þátt á fyrsta fundi. Ekki alveg til handrit af söngleik fyrir 80 krakkar? Jú, getur ímyndaðir. Nei, við vorum nefnilega með nokkur leikrit sem komið til greina. Sáum fyrir okkur svona 15-20 unglinga, eitthvað svoleiðis. Svo bara, og leikfélagið sem slíkt, það vill halda fólki inni, það vill ekki ýta neinum frá. Þannig að við bara, hvað að gera? Það var búið að tala um okkur Höllu Karen, gilturnar, að taka þetta verkefni á okkur. Og við bara, hvað að gera?
Og hvað ákváðu að gera? Við skoðum alveg bara fullt af handritum og ætluðum að reyna að blanda ykkur saman og reyna að finna eitthvað út úr þessu, en að endingu ákveðum við að skrifa bara handrit og fengum Arnar Inga með okkur og já, við erum bara með handrit núna sem að ætli þessi sýning verði ekki 60 til 80 mínútna löng. En við verðum líka að koma að því að þessi hópur var á námskeiði hjá okkur fyrst og við vorum að vinna svona spunaverkefni með þeim og þar kviknuðu alveg 1.000.000 hugmyndir sem við erum síðan að nýta í skrifin. Og hvað það að fara að gera? Við erum að fara að leika og syngja og dansa og segja sögu unglinga og af því að verkið heitir Á stoppistöð og það heitir það kannski vegna þess að þegar maður er unglingur þá er maður á ákveðinni stoppistöð. Maður er svona að pæla í hvað átt maður á að fara í lífinu, það er allir að hafa áhrif á mann, foreldrar, systkini, vinir, samfélagið allt í heild. Nú eru unglingar svolítið svona mismunandi hópur, það er ekkert allir eins í þessum hóp. Hvernig gengur þá að vinna með, hvað segjum við, 80 mismunandi unglingar? Það gengur alveg vel, en handritið okkar náttúrulega snýst kannski líka það. Við erum að segja sögu 2 einstaklingar sem að koma nýir inn í skóla og þessir einstaklingar eru virkilega mismunandi, þau eru svart og hvítt og já, við erum að segja þeirra sögu. Það kemur mjög skýrt fram hvað unglingar eru einmitt ólíkir og sem betur fer er ekki allir eins. Og hvernig gengur að vinna með þessum hóp? Það tekur á, til að alveg að viðurkenna það. En þetta er líka, nú erum við komin á það tímabil og æfingaferlinu að þetta er að verða ógeðslega skemmtilegt. Þau eru búin að ótrúlega fljóta að læra textan sinn, duglegir krakkar og þetta er skemmtilegt. Við erum með góðan leir í höndunum eins og við erum svo oft búin að segja við þau. Og við erum að móta hann og þetta verður frábær sýning. Og mikið tónlist í þessu? Já, ég held við séum með 15 lög eða svo. Svona skemmtileg lög og lífleg og þetta er allt lög sem allir þekkja. Þetta er svona mjög skemmtilegt. Já. Starfsgreinakynning var haldin fyrir grunnskólanema í 8. og 10. bekk á Suðurnesjum á dögunum. Kynningin í ár var hluti af sóknaráætlun Suðurnesja og var markmið hennar að efla starfsfræðslu og menntun grunnskólanemenda auk þess að skerpa á framtíðarsýn ungs fólks. Kynningunni var sérstaklega beint að eldri nemendum grunnskólana, meðal annars vegna þess að hlutfall þeirra 10. bekkinga sem halda áfram námi að loknum grunnskóla er lægra á Suðurnesjum en annars staðar á landinu. Settir voru upp básar þar sem hinnar ýmsu starfsgreinar voru kynntar, nemendur gátu skoða tæki og tól og spurt spurninga. Þekkingarsetur Suðurnesja sá skipulagningu á viðburðinum fyrir samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Hvað fannst þér spennandi? Mér fannst læknisfræði og hjúkrunarfræði, mér fannst það spennandi. Hefur þú áhuga á því að verða læknir eða hjúkrunarfræðingur? Að vera hjúkrunarfræðingur eða grasalæknir þegar hann stór. Eða grasalæknir? Já. Og gastu fengið einhverjar frekar upplýsingar það nám þarna á básunum? Já, og ég gat fengið hvað ég get lært í háskóla og menntaskóla og hvernig einkunnir ég þarf að geta fengið. Hvað fannst ykkur spennandi? Lögga og flugfræðum. Báðum? Já. Jöp. Og hvort var meira spennandi? Löggan. Hafið þá áhuga að verða löggur þegar þið verið stórar? Já. Hvað segirðu, vill enginn vera rithöfundur? Kemur enginn til þín? Nei, það kemur enginn hingað. Það er gott. Er það gott? Á hverju? Af því þá sit ég einn að öllum listamannalaunum og svoleiðis. Þegar ég er að sækja þá eru færri í pottinum, sko. Já, þú meina það? Ég vil ekki bara ala þau neitt upp í því, sko. Nei, ég skilji. Þú mælir ekki með því að vera rithöfundur, eða? Já, ég mæli með því, en ég bara, það er óþarf að vera, allir að hrúast í þetta. Ég skilji. En svo er ég líka djákni, sko, það mætti alveg fleiri koma í það. Segðu mér aðeins frá því starfi. Það er trúarlegt starf, eða kristilegt starf og er unni í kirkjónum, margar kirkjur eru með djákna. Hvað gerir þú aðalega? Ég les stalalíf fyrir gamla fólki í Þorlákshöfn, til dæmis. Ég er djákni í Þorlákskirkju og Strandakirkju. Og svo heimsæki ég veika og fólk sem eru veikt og einmanna og er með viðtalsþjónustu og síðan predika ég og er í messum og allt það. Já, ok. Hvar fer maður og lærir til djákna? Maður lærir það í Háskóla Íslands. Annarkvort lærir maður það beint, sem sagt maður fer bara í djáknanum, til dæmis bara eftir stúdentspróf, skilurðu, og fer bara í guðfræðideild og lærir til djákna. Eða fólk sem er komið með starfsreynslu og lífsreynslu og svona og er með eitthvað annað háskólanám, getur stundum fengið sér metið inn í, sem sagt, og þá tekur það
djáknanámið ofan á annað nám. Náttúruljósmyndarinn Ellert Gretarsson þreytist seint á því að sýna fólki náttúruperlur Reykjanesskagans í verkum sínum. Óhætt að segja að hann hafi myndað skagann frá öllum hliðum því eftir að hafa ljósmyndað á yfirborðans í mörg ár skreið Ellert undir hraunflokkana og ljósmyndaði þau náttúrufyrirbæri sem þar leynast neðanjarðar í ótal mörgum hraunrásarhellum. Og nú myndar hann Ellert Reykjanesskagann af himnum ofan með dróna. Í þessu myndbandi sýnir hann okkur margar af helstu náttúruperlum Reykjanesskagans, svo sem frá Reykjanesi, Sandvík, Eldvörpum og af Krýsuvíkursvæðinu. Við þakkum fyrir áhorfið, minnum við ykkur á aðra miðla Víkurfrétta, blaðið sem búið að koma út í tæp 40 ár eða þannig. Víkurfréttavefinn vaff.is og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Þið getið séð eldri þætti sjónvarps Víkurfrétta á YouTube-brásun okkar og á vefnum okkar vaff.is undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á vikuleiðinni, verið sæl.